Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4 og nú eru komnar til mín þáttastjórnendur. Þetta er glænýr þáttur sem að fara í loftið og við ætlum að byrja á því að sjá bara fyrst brot, svona grófa klippu úr þættinum. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, kæru landsmenn. Klukkan er 21, 22 og við erum að halda suður á leið. Við ætlum að finna hérna Go Campers bílinn okkar og sofa í honum. Og nú ætlum við aðeins að spjalla við þáttastjórnendurnar en þær eru komnar til mín, Ásthildur Ómarsdóttir og María Finnbogadóttir, velkomnar. Takk fyrir. Þú ert okkur að góðu kunn, þú hefur áður stýrt þáttum hérna, en þú ert ný, velkomin. Takk fyrir það. Segðu mér aðeins hvað kom til, af hverju gerðist þetta? Var þetta eitthvað í kortunum eða? Sko við ætluðum að fara til útlanda í sumar. Saman? Saman. Já. Við erum bestu vinkonur, sem sagt. Þið eru bestu vinkonur, gott að það komi fram. Búin að þekkjast í alveg 10 ár og höfum alltaf verið mjög nánar. Og svo bara í ljósi aðstæðna í sumar, þá ákveðum við bara að reyna að gera eitthvað á Íslandi. Af því að þið komist ekki í þessa fyrirhugðu ferð vegna COVID. Já. Og þetta var hugmyndin sem þið fenguð, að fara bara á Vestfirði og kynna Vestfirði fyrir fólki eða eitthvað. Já, sko. Mér er alltaf langað að fara svona í ferð á Vestfirði og við höfum báða verið svona eitthvað á Ísafirði til dæmis og svona þar í kring. En ég hef allan ekki tekið svona almennilega ferð. Nei, ekki heldur, Það sko. er náttúrulega bara tilvalið að nýta tíman og sumarið í þetta og sniðugt að leyfa fólki aðeins svona að fá smjörþegin að þessu og svona kíkja eins á hvað aðrir er að gera svona. Og hvað gerðu þið? Fóruð þið alveg hefi í gönguferðum Hornstrandir eða fóruð þið bara alla Vestfirðina eða hvernig? Við fórum alla Vestfirðina en þetta er náttúrulega, við fórum svolítið óhefðbundna leið. Við vorum ekki að fara með einhverju svona ferðaskrifstofu eða í samstarfi við einhverja svoleiðis. Einhver túra þannig sniðna? Nei, ekkert eitthvað, við fórum ekki á kajak eða fjórhjólu eða eitthvað sem er helling hægt að gera þarna bæði vegi. En við fórum svona svolítið okkar leið svona og Það tókst margt og mistókst margt, má segja það. Ætlaði að sýna líka það sem mistókst? Að sjálfsögðu. Klart mál. En hvað voru þetta margir dagar í tökum? Það voru 6 samtalseldi, eða 7. Já. Alveg frá morgni til kvölds, var þetta ekki bilað álag? Jú, þetta var alveg frá svona 10 til 2. Já, Nóttina? að minnsta kosti. Eitthvað svoleiðis. Og svo hefst bara núna svona eftirvinnsla, þá að klippa þetta allt til og sýna þetta í ágúst eða hvað? Jú, í byrjun ágúst. Byrjun ágúst. Og þetta eru 4 þættir eða hvað? Það er ennþá í vinnslu. Ekki er í ljós bara. Þú veist ekki hvernig það axlast allt saman en við erum að búast við því, jú. Já. Eitthvað svona, eitt sem stendur upp úr þessari ferð sem þið getið kannski uppljóstrað? Já, sko, það mistókst smá að fara á Rauðasand. Á hverju? Við ætluðum að fara þangað sem var í Sem er leiðinni. náttúruperla. Sem ég er alltaf á leiðinni til að skoða, ég er ekki enn búin að fara þangað. Er það ekki? Og ég býst við því að við mælum að því. Nema hvað, við fórum fram hjá Rauðasandi, vorum komin klukkutíma frá þegar við föttum að við vorum búin að missa af Rauðasandi. Og svo fórum við tilbaka og snerum við og vorum Keyrðum klukkutíma tilbaka. Og funduðu Rauðasand. Og við héldum að við værum búin að leiðrétta þessi mistök, en það kom í ljós held ég í gær að við fórum á vitlausan. Þið voruð ekkert á Rauðasandi? Nei. Við fórum, þú veist, á svæðið og það var mjög fallegt þar, sko, en síðan var þetta víst aðeins flóknar heldur en við heldum. Og hann heldur öðruvísi, þetta leit aðeins öðruvísi út en fólk var búin að lýsa þessu fyrir okkur. Svona hneykslaðar á því. Já, Er myndirnar sem maður sér kannski eitthvað villandi? Er fólk bara búin að ná einhverjum fáránlega góðum myndum af einhverju sem er bara einhver sandur? Nei, reyndar, ég held að þetta sé mun fallegt, af því að það sem við fórum á, sem var vitlaus staður, var mjög fallegt, en þetta er víst enn fallegra heldur en það. Já. En þið þurfum eiginlega að fara aðra tilraun á Rauðasand, kannski gera aðra tilraun. Já, eiginlega. Ég held við þurfum bara að fara aðra tilraun yfir höfuð, nei. En þetta var samt ótrúlega gaman, ég myndi ekki
skipta henni út fyrir þetta, sko. Nei. Nei, sammála. Og ég held að allir ætti að fara á Vestfirði, klart Já, mál. Já. og líka þetta er öðru sem maður þekkir, sko, landslag og annað. Hrikaleg fjöll náttúrulega. Já. Og ástæðan fyrir þetta heitir Vá Vestfirðir er út af því að við sögðum á 2 mínútna fresti, vá, sjáðu þetta, hei, vá, sjáðu þetta. Og svo bara, haha, við erum alltaf að segja vá. Nei, vá! Já, Og þá kom Vá Vestfirðir. Já. Já. En fóruð eitthvað í eins og Eyðifirðina þarna í Hornstrandir, voruð eitthvað þar að taka? Eða voruð það einblína á hina staðana? Nei, ég myndi segja að þetta væri, þessi sería væri meira bara ferðalagið og svona, við vorum ekkert að fara mikið. Ekkert svona utan mannabyggðar þannig. Nei, ekki Nei. þannig. Ég fór náttúrulega, þú veist, ekki í þáttunum. Bara þín prívat svona fjölskylduferð. Já, fjölskylduferð sem við förum Það var í hverju ári. Aðalvík. Já, en ekkert, við Nei, tókum nei. ekkert upp þannig. Það verður þá næsta sumar kannski. Það er kannski næsta sem Já. sko. Já. Það er helling annað sem hægt er að skoða sem að við náðum ekki einu Nei, sinni, nei. því að við höfðum ekki nógu mikið tíma. Nei. En, já, Tökur eru það búnar í bili og nú er eftirvinnsla og svo bara í loftu með þetta í ágúst. Jeps. já, En aðeins bara að þér, María, ég er svo forvitin, þú ert skíðakonu og ert búsett í Austurríki. já. Veistu eitthvað hvernig framtíðin er þar? Því að þið, þú veist að segja mér aðan, þið hættuðu bara í miðju móti, bara í miðri brekkun annars. Það náttúrulega var allt bara, krassaði á Ítalíu. Já. Þar sem ég ætlaði að fara að keppa, sko. Já. Þannig að við vorum öll bara send heim og það var hættu tímabilið okkar og, en við búumst bara við því að fara allt í gangi í haust, sko. Maður veit rosa lítið, það veit allir rosa lítið, sko. Það eru bara allir í starthólunum, einhverju viðbragðsstöðu og... Já, það er búið að opna jökla núna í Austurríki, sko. Já. Ég náttúrulega get ekki verið að fara á það núna, Nei, en það er bara fínt og svo bara vona ég að þetta gangi Já. sem eðlilegast í vetur, sko. bara æruleysi, bara von og æruleysi. Getur þú gert þetta nú, sko. Heyrið, kæra þakki fyrir að koma í þáttinn og segja frá ykkar þætti og bara hlakka til að sjá Vá Vestfirði. Takk fyrir Ásthildur og María. Gangi ykkur vel. Takk sem leiðis.